Guðrún Lárusdóttir var stórbrotin kona og markaði djúp spor í sögu íslenska kvenna síðustu aldar. Hún lést aðeins 58 ára gömul í einu fyrsta stóra bílslysi á Íslandi. Þá hafnaði bíllinn sem hún ferðast í ásamt manni sínum og 2 dætrum þeirra í Tungufljóti, með þeim afleiðingum að Guðrún og dætur hennar, Guðrún Valgerður og Sigrún Kristín, fórust allar. Þetta slys lagðist þungt á þjóðarsálina, enda mikill harmleikur, en á það til að draga svolítið athyglina frá Guðrúnu sem mannesku og athafnakonu, en saga hennar og afrek eru stórmerkileg. Guðrún fæddist 8. janúar 1880 á Valþjófsstað í Fljótsdal. Foreldrar hennar, séra Lárus Halldórsson og Kristín Katrín Pétursdóttir, kenndu henni heima við og hefur svo kennsla verið ágæt því Guðrún var aðeins 18 ára gömul þegar hún þýddi 2 bækur, Spádómar frelsarans og bókina Tómas frændi. 2 árum seinna fluttist Guðrún með fjölskyldu sinni til Reykjavíkur og kynntist þar ungum manni, Sigurbirni Ástvaldi Gíslasyni, sem hún svo giftist árið 1902. Guðrún og Sigurbjörn eignuðust allt 10 börn, en 3 þeirra létust á barnsaldri og síðan dæturnar 2 sem fórust í slysinu. Guðrún var kjörin í bæjarstjórn Reykjavíkur á kvennalista árið 1912, en hún skipaði fyrsta sæti listans sem fékk aðeins 1 fulltrúa kjörin. Hún sat í bæjarstjórn til ársins 1918, en var þetta einungis byrjunin. Guðrún var farin að sýna fram á, hún var í afskaplega framsýn kona, en á þessum tíma var hún farin að vekja athygli á umhverfismálum og þá sérstaklega mismunin á loftgæðum í Reykjavík samanborið við sveitirnar í kring. Mannúðarmál voru henni mikilvæg. Kjör fátækra og barna bar hún fyrir brjósti þegar hún varð önnur konan á Íslandi kjörin til þings árið 1930. Þá var hún einnig fátækrafulltrúi í Reykjavík og gegndi því starfi til dauðadags. En ekki var það nóg, því Guðrún var einnig mjög virk í hinum ýmsu félagasamtökum. Hún stóð til dæmis að stofnun Húsmæðrafélags Reykjavíkur og var fyrsti formaður þess, en það var stofnað 30. janúar 1935. Markmið félagsins var að stuðla að velferð heimilanna. Fyrsta baráttumál þess var að vinna bættri meðferð, lægra verði og betri dreifingu á mjólk. Skorað var á mjólkursamsöluna að setja dagsetningu á mjólkurumbúðir og ríkisstjórnina að gefa frjálsa sölu á mjólk í Reykjavík. Félagið beindi þeim tilmælum til húsmæðra að þær keyptu ekki mjólk frá 1. febrúar 1935 nema handa börnum og sjúklingum til að yfirvöld yrðu við kröfum félagsins. Því má segja að Húsmæðrafélag Reykjavíkur hafi verið fyrstu neytendasamtökin hér á landi. En Guðrún var sannkallaður formaður formanna, því að auki við Húsmæðrafélag Reykjavíkur var hún formaður Kristniboðsfélags kvenna í Reykjavík frá 1926 til æviloka og KFUK frá 1928 og sömuleiðis til æviloka. Þá kom hún að stofnun Barnavinnafélagsins Sumargjafar sem fundarit á stofnfundi þess árið 1924 og í kjölfarið mætti hún sem fulltrúi Sumargjafar á stofnfund Mæðrastyrksnefndar Reykjavíkur 1928. Guðrún sat í fyrstu framkvæmdanefnd Mæðrastyrksnefndar, en það var einmitt Mæðrastyrksnefnd sem hvatti til þess að halda ætti mæðradaginn hátíðlegan á Íslandi, sem var til þess að fyrsti mæðradagurinn í Íslandi var haldinn árið 1934. Þannig hefur Guðrún Lárusdóttir sett mark sitt á sögu okkar Íslendinga og þá sérstaklega íslenskra kvenna. Nafn hennar sprettur upp á hverju strái þegar flettir í gegnum bækur, blöð og bæklinga frá þessum tíma og þá oftar en ekki sem þáttakandi í hverjum byltingarkenndu félagasamtökunum á fætur öðrum. Og í dag höldum við mæðradaginn hátíðlega og þökkum Guðrúnu hennar hlut að málinu.